Já, við skulum aðeins brenna aðeins yfir þetta. Hér samt svona flúrlampi, hér ballistin, þetta spólar hérna, 2 vírar hérna inni. Þetta. Og hér sem starterinn, hann bara svona, þetta eru 2 endar hérna, þessi hlutur hér. Og hér við sjálf peran, þetta bara gastúpa eða glerpípa, fósfóri hérna innan á glerinu hérna. Og hér þessu skaut, hér þessu 2 hérna, hér milli glóðin. Og hér kvikafullsgasið hérna inni og argonið og hérna og húðin hérna innan á þessi hvíta, það fósforhúðin. Þetta virkar þannig að hér bara kveikjum við, gefum fasi hérna inn, og súspenna fer hér og hér og hér, hér í gegn, hér og stoppar hér. Og núllið hér og hér og stoppar hér. Þannig að hér á milli frá að skauta eru 220 volt. Hérna. Og þá fer gasið hér að leiða inn í þessu glerflösku í þessu starter og það hitnar og það hitar tvímálminn og hann réttir úr sér tvímálmurinn og leiðir hér að milli, svona. Og nú fyrst byrjar straumur að rennur á sína. Straumurinn fer hér gegnum glóðina og hér í gegn og hérna út. Og skautin hér 2 þau hitna. Þá jónast þau, þar að segja hér í kringum skautin myndast lausar rafeindir. Hér eru lausar rafeindir á báðum þessum skautum hérna. Þetta kallað jónast. Og þegar þessi fyrir að leiða hérna milli, þessi 2 vírar fara saman að leiða, þá hættir rafmagnafætturinn af gasið. Gasið kólnar og þetta dregst saman aftur og bing, rífur. Það sem hann opnast sig, hann opinn. Nú fer engin straumur hér í gegn. Þetta opinn rás, bara svona. Engin straumur hérna í gegn. Þannig að núna segulsvið hér í spólunni, engin straumur og spólan hún spannar þá háan kveikipúls. Hún reynir að ná í rafmagnið og umpólar sig og býr til háan púls, ca. 800 volt eða meira, hérna á skautið og fyrsta rafeindin drífur nú í gegnna. Fyrsta rafeindin fer hér í gegn, keyrir hér á rafeind á einhverju hveli á þessu kvikafullsatómi, hér í kvikafullus eða mercury, stafurinn er Hg, og sú rafeind hoppar þetta upp og fer niður aftur og sendir frá þessu orkuskammt á ultrafjólubláa sviðinu, ÖVAF, ultraviolent, ef maður segja cirka 200 nanometrar, eitthvað svoleiðis. Þetta of hafa tíðni fyrir augað okkar til að sjá þetta. Og þá tökum við þennan orkuskammtina og sendum hann á fósforlag sem hér er húðað inn á glerið. Og þá kikkar svona rafeindin í fósfornum, sú rafeind fer upp, þetta niður aftur, og sendir nú tíðni með lengri bylgjulengd, cirka 400 til 700, það er það sem við sjáum, augað okkar sér það svið. Við sjáum cirka 400 til cirka 700 nanometrar. Hún sendir eitthvað í þeim bilinu og það sjáum við þetta sem hvítt ljós. Og þá byrjar þetta kallað jóna þegar hér fjölgar rafeindum, lausum rafeindum og straumurinn fer að flæða hérna miklu afl í gegn. Og við það að straumurinn eykst í spóluna, þá eykst riðstöðunsveignin í spólunni og spólan verður viðnám og dregur úr straumnum. Ef það verður ekki spóla hérna núna, þá myndi hann hitna og hittalega meira og meira og myndi bara springa. Þannig að spólan hefur 2 hlutverk, búið til kveikipúlsinn og síðan að vera sem viðnám til að takmarka strauminn í gegnum pjöruna. Hérna cirka er ferlið í þessu. Gashittin starter, hérna, þetta er leiðir. Töfum fyrir gegnum glóð hérna, hitta glóðina og svo kólnar hann, opnar og þá kemur kveikipúlsinn, hérna. Og já, það sem sjóðu sér kveikipúlsinn og gasið fyrir jónast og fyrir að leiða rafmagn og spólan eitthvað viðnámið sitt og takmarka strauminn og sjáðu hérna til. Hérna núna, af því að hér spólan er viðnám, þá verður cirka sem bara að hér séu 100 volt sem falla hér við spóluna og 100 við peruna og þá verður 100 volt hér við starterinn. Sú spenna er ekki nógu há til að jóna gasið svo að fara að leiða aftur og hitna, þannig að starterinn lokar ekki aftur. Þetta er svona ferlið. Gróft ferli það hvernig flúrlampi vinnur. Já, aðeins að minnast á að í rásinni eru 2 þéttar. Hér er stór þéttir samsagt í ljósunni hérna fyrir fasíkið. Hann er hér. Og inn í starternum. Ég ætla að sjá þetta hérna. Hér er starterinn og þessi sívalingur hér, þetta er þéttir. Hér er glerflaskan með bípólar málminum í. Þannig að hér er starterinn hérna. Eða bara hérna, þétturinn kemur hér yfir hann.
fyrri tilgangur þéttisins er að hjálpa til við að búa til neikvæða kveikipúlsinn. Þá má líta rafhlaðan sem eigintíðnirás, LC-rás, spólan og þéttirinn í raftengingu og hafa ákveðna eigintíðni og það hjálpar til að búa til kveikipúlsinn. Síðan þegar rofinn opnar hérna, þegar hann kólnar aftur og opnar, þá dreifur þéttirinn úr neistamynduninni hérna milli skautana þegar þau rjúfa í sundur. Þannig þetta er það sem maður þurfa að vita þess að þétta. Fasvik og startið þéttir hjálpar til við kveikipúls og dreifur úr neistamyndun og hann getur líka skallitið að koma hérna RF-púlsar inn í rásinni á sjöntuna þeim. Takk fyrir!